Já, góður hlustendur og áhorfendur, velkomin að Rauða borðinu á föstudagskvöldi. Það sem við ætlum að gera í kvöld að fara svona hringinn í kringum höttin eða svo gott sem og tala við menn, þetta eru allt karlar, víðan heim. Við förum til Ástralíu og Suður-Ameríku og Bandaríkjanna og Evrópu. Þeir sem eru við Rauða borðið, þótt að ég sé einn raunverulega við það því að hinir allir út í heimi, langt út í heimi sumir, Páll Þórðarson, hann efnafræðingur og prófessor í Sydney í Ástralíu, Einar Már Jónsson, hann líka prófessor í sögu við Sorbonne í París, sem í Frakklandi, og Guðmundur Auðunsson, hagfræðingur í London, Englandi, Einar Gunnar Einarsson, leikari í New York í Bandaríkjunum, þeir hafa allir komið hingað áður af ýmsu tilefni og ræða alls konar hluti. Og svo hér nýliðin í hópnum Valdimar Þór Hrafnkelsson sem býr í Lima í Perú en hann strandaglópur í Paraguay, einmitt út af COVID. Komum að því síðar. En mér langar að, því að það sem mér langar að ræða við ykkur bæði koronafaraldurinn og koronakreppan, hvaða áhrif þetta tvennt að hafa á samfélögin, á stjórnmálin og eftir sálarlífið í þeim löndum sem að þið veljið í. Og ef ég má byrja bara á þér, Einar í París, hvað að gera því í París? Þetta ekki alltaf versna? Það var ekki útgöngubann í París, í Frakklandi ekki stærst? Ástandið alltaf að versna. Það útgöngubann klukkan 9 á kvöldin og það meira að tala það að herða það ennþá og að því að eftir 7. Og þetta mjög slæmt ástand vegna þess að þetta drepandi fyrir veitingahús náttúrulega, kvikmyndahús, leikhús og fjöldamarg og menn eru sárt leiknir út af þessu, menn sá fram á mikið hrun og tap út af þessu. En ástandi virðist að stjórnmálamenn eru greinilega mjög hræddir. Það fjölgar sýkingum og það tilhengur til þess að mannslátum fjölgi líka. Og jafn mikið að mannslátum fjölgi. Víða það þannig að smitunum fjölgar en kannski ekki mannslátin ekki jafn hratt og gerðist í vor. Smitunum hefur fjölgað mjög mikið en mannslátum minna, held ég. En þó þeim yfirleitt held ég að fjölga. Og menn eru hræddir og óánægðir og náttúrulega væri það alveg skelfilegt ef þetta að koma aftur á einhver allsherjar sóttkví. Stjórnvöld gera held ég allt sem þau geta til að koma í veg fyrir það. Já, en treystir fólk stjórnvöldum? Ég held að nokkurn veginn, þó talsverð óánægja og maður verður líka var við það að stundum hafa tilhneigingu til að virða ekki reglurnar, en þó sé ég það að í neðanjarðarlestum eru allir með grímur. Það sér aldrei, nánast í aldrei mann grímur. Já. En einhver andstaða við svona stefnustjórnvalda í þessu? Eins og var í Þýskalandi til dæmis, þá voru menn bara mótmæla út á götu? Mér sýnist það ekki vera. Menn eru kannski ekki ánægðir en ég sé ekki fram á, sé það ekki að sé nein andstaða. Svo heiti geti. Guðmundur, hvernig það heimum með Ermarsundið? Samstaða meðal þjóðarinnar á bakvið ríkisstjórn Boris Johnson? Já, það var mjög mikil samstaða í vor, almennt aðgerðir. Það að segja, menn voru á kvart yfir því að þeir hefðu gripið inn í of seint, sem var alveg á hreinu. Það var viku of seint. Það kostar vika langur tími í sóttinni og það var gripið greinilega of seintir. En almennt eftir, gagnrýnin var að það, almennt eftir það þá fylgdu menn reglunum og menn stóðu sig í því að vera algjörlega fylgjandi reglunum. Það verður rof hérna í samfélaginu þegar að Dominic Cummings, sem svona hægri hönd forsætisráðherrann, hann tók sig til og braut reglurnar all svakalega. Hann var sýktur, hafði verið sýktur og hann fór með fjölskylduna norður í land lengra en til Akureyrar. Það var 500 kilometra eða svo sem hann keyrði og ekki nóg með til að heimsækja tengdaforeldrana og með barnið sitt og konuna og ekki nóg með það að þá fór hann í bíltúr og reyndar þetta varð alltaf farsa, hann sagði að hann hefði verið í bíltúr til þess að prófa sjónina í sér og eitthvað það og
þetta olli þetta mikilli bræði vegna þess að fólk hafði verið að horfa á afa sinni eða ömmu verið að deyja og það gat ekki heimsótt það og að hægri hönd ráðherrans hefði farið bara upp í sveit og brotið reglur, hann var ekki rekinn, hann var studdur af forsætisráðherranum og þarna verður ákveðið siðrof, það er að segja, ef að vera að brjóta reglurnar, svona innsti kjarni í stjórninni er að brjóta reglurnar svona illa, hvers vegna ætti ég að halda reglurnar? Og það hafði þetta skelfilegar afleiðingar, sem betur fer á þessum tíma þá veiran á niðurleið og það er alltaf svona réttri leið, en þegar að uppsveiflan kemur og núna erum við það mjög svipað í Frakklandi að því leyti, það er kannski ekki harðar aðgerðir en það er svipað í Frakklandi að það er mikil uppsveifla, það eru færri dauðsföll vegna þess að þeir sem eru að sýkjast eru yngri, þannig að það er meginskýringin, það getur vel verið að sé einhver veirufræði í því að veiran sé ekki eins slæm, það er að segja hún dreifist hraðar og drepi færri, það er ákveðin tilhneiging í veirum að gera það, en ég hef ekki séð neina vísindalega sannfæringu því. Núna er vandamál. Kannski heilbrigðisfólk líka orðið færari í því að glíma við þessa pest. Algjörlega. Og að finna einhverja leiðir til þess að fólk veikist í hratt og heittalega. Algjörlega, þeir eru konum með ný tól, það er engin lækning við þessu eins og menn vita, en þeir eru komið ný tól og líka þeir eru búin að sjá það að það var ákveðið vandamál með að setja fólk á öndunarvélar, að sjúkdómurinn, að venjulega þú setur á öndunarvélar þá upptekt súrefnis í líkama sér allt í lagi, en þetta leysti ekki það vandamál, það var eitthvað í líkamanum sem gerði það verkum að menn héldu áfram að vera mjög lága súrefnis, þannig að þeir eru farnir að setja fólk seinna á öndunarvélar, virðist ganga bara svona sem seinasta úrræði að setja á öndunarvélar, þannig að það eru margir þættir eins og það. Vandamáli er það núna að við erum komnir upp í sömu hæðir og við vorum í vor og fólk mjög pirrað yfir þessu, það verið að loka hér, barirnir reyndar opnir en núna máttu ekki fara á bar nema með fólki sem í þínu eigin, allavega í London, það 3 stig hérna í Englandi, það 3. stigi sem svona svipað í vor, það alvarlegasta stigið, þar lokaðir öllu. Og það skipt eftir landslutum, það það Liverpool og Manchester hafa lokað, millistigið eins og við erum hérna í London, að þar til dæmis barar og veitingastaðir eru opnir, en þú mátt ekki vera í hóp nema þú sért með fjölskyldunni eða þeim sem búa með þér og sem kannski gengur í á veitingahúsum en menn fara flestir á pub til þess að hitta vini og kunningja, þannig að pubarnir eru í miklum vandræðum vegna þess að þeir eru að missa viðskipti en vegna þess að þeim ekki skylda til að loka eins og var gert í vor að það fá þeir ekki þann stuðning sem þeir fengu áður og svo núna eins og ég var að koma áðan það að það verið að brjóta reglurnar miklu meira en maður gert í vor og ég vil rekja þetta mörgu leyti beint tilbaka til Dominic Cummings. Hvað þetta kallað? Þetta önnur bylgja í London eða ekki? Þetta ekki þriðja bylgjan eins og hér? Nei, það eiginlega önnur bylgjan, það önnur eða þriðja, en það ekki, Íslandi alveg klárlega þriðja bylgja. Þetta svona önnur til þriðja hérna, vegna þess að það fór niður aðeins en fór upp aftur en ég held að séu flestir á því að svo að sumir nefni þetta þriðju bylgjuna en það séu nú flestir á því að þetta sé bara svona sveifla í annari bylgjunni. Kannski á það sama við Ísland því að þetta huga því að nefna Dominic Cummings að önnur bylgjan hún fór svona niður og þá var frægt tilvik þar sem var mynd af ferðamálaráðherra í vinkonuhóp og þá voru svona breyttar sóttvarnaaðgerðir sem síðan leiddi síðan kannski til þess að þetta reis upp aftur þannig að kannski þetta sem kallar þriðja bylgja hér náttúrulega bara önnur bylgja sem fór úr böndunum. Já, það mikið til í því. Menn halda þetta sé, það má ekki vanmeta það þegar framámenn í stjórnkerfinu að brjóta reglurnar svona svakalega og komast upp með það.
þetta hefur skelfilegar afleiðingar fyrir samfélag vegna þess að fólk búið að horfa upp á, eins og ég sagði áðan, fólk búið að horfa upp á ættingja, nána ættingja deyja án þess að það geti hvatt þá. Og svo verið að brjóta reglurnar af stjórnvöldum og þá hugsa fólk, já, hvers vegna í andskotanum mætti ég vera að fylgja þessum reglum þegar að þeir sem að setja reglurnar ekki einu sinni að fylgja þeim. Þannig að ég held að þetta dæmi á Íslandi og eins og að það geti haft töluverð áhrif. Það þetta ákveðin þreyta líka að í upphafi fylgdu allir og það kannski ákveðin þreyta að fylgja þessu, en ég held að það verði ákveðið sigurróf þegar að framámenn að brjóta reglur sem þeir setja sjálfur. Valdimar, það vont ástand víða í Evrópu, en það líka vont ástand í Suður-Ameríku. Hvað, ég veit ekki hvort ég spyrja um Perú eða Paraguay, þar sem þú hvað segir, ertu strandaglópur út af COVID? Já. Og hvernig vildi þetta? Hvernig vildi þetta? Ég kom hingað í endan á í janúar. Það var svona allt rólegt sko á þessum COVID-markaði og síðan bara hraðversnar ástandi hér og náttúrulega í Perú. Allavega aðgerðirnar, þær urðu harkalegri. Málið nefnilega það að hér í Paraguay þá tekur langan tíma fyrir COVID að ná sér á flug. Það eru sett hér í neyðarlög og útgöngubann og útgöngubann sko nætur í mánuðum saman og handtökur vegna þess að fólk notar ekki grímur og það eru spritt og þvottar og allstaðar opinberu framfæri. Það svona núna eða var þetta svona í voru? Það ennþá svona núna. Það búið að létta útgangum. Já, það búið að vera það meira síðan í 13. mars þá voru sett neyðarlög. Og þeim hefur verið létt svona í 4 skrefum. Við erum á 4. stigi núna, eða 4. skrefi, en það má ekki taka það mjög alvarlega því að það eru fyrst og fremst viðskiptahagsmunir sem ráða því. Og það smygluverslun við Brasilíu. Og sem gríðarlega stór business í landinu. Í norðaustur hluta landsins. Landamærin liggja náttúrulega saman á löngu svæði. Og það vita allir að Brasilía pestabæli í þessu og stórhættulegt land. Og nú nýlega búið að létta af frjálsri verslun eins og við kalla það, milli landana. Og það bara fólk beið þúsundum saman og það voru bílalistir eins og maður sér bara nánast á hraðbrautum í Evrópu að bíða eftir því að komast yfir til Brasilíu að flytja smygluvarning. Þetta það sem ræður núna úrslitum í því að létta af banninu. En smit eru hér, já, fyrir það. Ég ætla bara að spyrja, fjölskyldan í Lima og þú þarna. Hvað ætlar að vera lengi í Paraguay? Ætlar að fara heim bara í janúar? Já, þegar ég kemst óhultur, ég ætla líka að fara til Íslands, það hluti af leiðinni sko. Þannig að það búið að opna fyrir flug núna og en það ekkert flug, mann geta bara farið inn á Momondo og leita það ekkert flug og ekki ennþá og það landleiðin löng, maður fer ekki þannig heldur og þetta allt mjög kostnaðarsamt. Það eru sóttkvír og vandamál náttúrulega hvers skref. Hvernig ástandi í Perú þar sem þú átt heima? Hvernig ástandi í Perú? Það náttúrulega hefur verið miklu verra. Verra? Miklu verra. Það bara neyðarástand, sko, algjörlega. Og bara til að nefna tölur, sko, þá eru ég nefndir það eru 900.000 mann sem hafa verið greindir í Perú. Þetta 30 opinberlega taldar 31-33 milljónir íbúa. Vanreiknað, því að í þriðja heiminum ekki hægt að reikna íbúafjölda. Þannig tekið eftir manntali og ef þú ert ekki heima á manntalsstigi þá ert ekkert með, skilur. Þannig að þetta eru milljónir sem vantar í þessa tölur allar. En hvað með það þá eru 34.000 manns fallir í valinu í Perú sem skráðir eru. En skráningin náttúrulega, svo allir veit, það annmarkum háð því að
þeir fátækustu falla fyrst og þar hafa fæstir áhuga. Þetta meira en 1000 á milljón, þannig að á íslenska mælikvarða þetta frá 350 manns sem eins og það dáið 350 manns á Íslandi. Já, það eitthvað svoleiðis. Þetta gríðarlegt mannfall. Og það fyrst nýlega sem að kurvan svona á niðurleið. Hún búin að vera á uppleið síðan í mars. Þannig að þetta virðist vera ein bylgja. Þetta svona meira eins og bandaríska bylgjan og brasilíska bylgjan. Þetta eru langar bylgjur sem tekur smá tíma að komast á loft en eru mjög langar. Sérðu fyrir nýlega á niðurleið. Sérðu fyrir þér hvenær þú kæmist heim? Ekki nákvæmlega, ég er hættur að vona sko. Ég er á netinu að fylgjast með. Síðan bara að stökkva. Ég vona að þurfir ekki að vera á hóteli. Löngleið og flokkin. Ég vona að þú þurfir ekki að vera á hóteli allavega. Það gott fólk í Paragvæ, þrátt fyrir ströstnir og erflið hans. Almenningur, hann stendur fyrir sínu alltaf. Maður er náttúrulega kafi í fasismann hér og það er náttúrulega kannski ein ástæða fyrir því að þetta hefur virkað hér, það að það bara stálnefnin á fólk. Við verðum að viðurkenna það að stundum það einu sem dugi. En það er ekki lýðræðislegt. Valdimar, með að við lýsingarnar þínar þá ekki eins og það sé að virka. Þetta eins og það sé eiginlega langt frá því að virka. Það virkar ekki í Perú. Það virkar ekki í Perú, það virkar hér í Paragvæ. Það kannski þannig. Því það sennilega það land sem hefur komið best út. Þrátt fyrir allt sé lokað hér. Þá eru tölurnar hér ákaflega lágar. 38.000 greindir og 1200 manns látnir skráður. Ég tek þessu með varð líka. Þetta er náttúrulega allt önnur stærðargráða í 7 milljón króna land, ekki króna heldur 7 milljón manna landi. Það er samt ekki hátt hlutfall. Þá ætla ég að færa okkur aðeins norðar til Bandaríkjanna, til New York, blessaður Einar Gunnar. Þið hafið kórónufaraldur og þið hafið kórónukreppu og svo hafið þið líka kórónukostningar einhverjar. Þetta er allt saman kostningamál í einhverju miklum hringdansi. Hvað er að frétta hjá ykkur? Já, það er alveg hárrétt hjá þau, sko. Það var síðasta kappræðan sem loksins var kappræða, var í gærkvöldi á milli Biden og Trump og þar reið kórónufaraldurinn röftum vegna þess að þetta náttúrulega er stórmál og auðvelt að koma að höggja á Trump fyrir léleg viðbrögð. En þetta gengur sinn gang, síðustu tölur af New York svæðinu fyrir hvað viku síðan voru þær að smit á dag voru svipuð á þeim tíma og voru í maí. Þegar þau voru verst í maí, þannig að við erum að tala þetta 1500-2000 manns á dag. En það er náttúrulega í fylki sem að telur 20 miljón manns, þannig að þetta er nú kannski ekki stór tala. En slæmt samt og ekki hvað síst vegna þess að New York var eiginlega fyrsta fylkið sem virkilega varð fyrir kórónufaraldurinn þegar hann hófst í Ameríku. Og á sínum tíma þá voru menn jafnvel bara samfærður það að þetta væri bara New York faraldur og búið, sko, en menn súpa segið að því. Nú grasserar veiran í norðurríkjunum, norður-miðríkjunum og jafnvel norðvesturíkjunum meira og aðeins í suðurríkjunum líka. Hún svona heldur sig í sama svipuðu fari í flestum öðrum stöðum. Þannig að það hvorki eykst né minnkar, bara búið að ná einhverju ládeyðu en betur má að duga skal. Þannig að bylgjan sem núna að ganga yfir New York, hún sömu stærð og í vor? Nei, hún ekki búin að ná sömu hæðum og voru í mars og apríl. Heldur ég að segja að hæstu tölur tölur í dag sem hægt að bera við tölur áður en að þeir töldu sig hafa náð tökum á faraldrinum eru frá því í maí. Þannig að þetta orðið svipað og í maí.
allan, eins og ég segi, þetta 1500-2000 manns á dag. Hérna í New Jersey í kringum 1000 manns á dag sem kvarta undan smiti. Dánarföll aftur á móti, þau hafa minnkað og eru nánast engin miðað við hvað var. Þannig að ég held að það hljóta því eins og þú í að aðeins Smári að heilbrigðisyfirvöld hafa náð einhverjum, náð betri tökum á þessu, menn læra náttúrulega lengi læri sem lifir, þannig að þeir kannski lækna fólk betur eða fljótar heldur en þeir gera á sínum tíma, þannig að færri gefa upp öndina. Víða heim, þá hefur þetta ástand aukið traust á stjórnvöldum. Það á ekki við Bandaríkin nema þetta bara fellur í þessar blokkir sem að Bandaríkin eru skipt í. Aðrir eru voðalega ánægðir með Trump og hvernig hann brást við og hinnir eru algjörlega öndveru meiði, fyrst Trump hafi magnað upp faraldurinn. Snúast þessar kosningar COVID? Nei, ég held ekki að alfarið COVID, en COVID er stórt kosningamál. Það engin spurning það, sko. En það annars vegar COVID, hins vegar náttúrulega efnahagsmálin í kjölfar COVID, þannig að, jú, það má segja það þá, að það snúist COVID líka. En ég held að stórum hluta að þá snúist þessar kosningar bara sáluð þjóðarinnar, sko, einfaldlega, og lýðræði, viðhalda lýðræðinu. Og það svo ég megi aðeins fylgja eftir því sem að þú byrjaðir á, að sko, hér forseti, en hér ekki miðstýring. Forsetinn, hann getur, að ákveðnu leyti hjálpað eða beðið það að séu sett lög þetta og hvaðina og þeim sé fylgt eftir. En hérna eru líka 50 smákóngar. Og það eru fylkisstjórarnir í hverju sínu fylki. Sem ekki smá kóngar og íslenska mælikvarða. Nei. Sem fylkin eru risastór. En smá kóngar í þessu lénskipulagi. Þannig að þeir fylkin setja reglur hvert og eitt fyrir sig, hvernig þeir standa að því að raða niðurlögum faraldursins. Og jafnvel innan fylkjanna eru sveitarfélög og bæjarfélög sem að setja sína reglur líka, og svo eru menn lögsóttir þvers og kruss vegna þess að þeir eru að brjóta á einhverjum lögum eða jafnvel stjórnarskrá fylkjanna eða stjórnarskrá Bandaríkjanna. Þannig að þetta óttalegt kóf hvernig er staðið að því að sporna við þessum andskotar. Jæja, Páll, ég beið með að spyrja þig svona síðast að þú ert nývaknaður, eða ekki komið laugardagur þér? Jú, það laugardagsmorgun. Þú eru að fyrirgefa að birtast annarkvort börn eða kettir að leita að mér. Nei, það bara að gera þetta betra. Segðu mér þau eru að hlusta á ástandið í Ameríkonum og í Evrópu. Er ekki bara ágætt ástandið ykkur í samanburði þetta? Það er bara eins og við sem að annarri plánetu, sko. Það var í gær, við erum 25 milljónir í Ástralíu. Í gær var 1 innanlandssmit. Það var allt og sumt. Og hvað veldur? Hvað gerir þið öðruvísi? Ég kallaði það er náttúrulega samverkandi þættir, en ég kallaði kannski fyrst og fremst að hér var ákveðið að fara kannski svolítið óviljandi samt, en samt ekki alveg. Þessi ég kallaði Asíuleiðina og með því það var farið snemma og hart í það að loka landinu. Og það hefur ekki opnast aftur. Ég má ekki fara á landi, ég hef ekki mátt fara á landi síðan miðjan mars. Ég þarf sérstakt leyfi frá stjórnvöldum þó ég sé ástralskur ríkisborgari. Og einungis ástralskir ríkisborgarar geta koma inn í landið og þeir komast reyndar ekki inn nema með kvóta, því að það er ekki nema 2-3 þúsund manns sem geta komið í viku inn á sóttkvíarhótelin. Og þar verður þú að vera í 2 vikur. En þetta er ekki, sko, það er, sem ég segi, það var 1 smit í gær, en það voru 20-30 smit á sóttkvíarhótelunum. Þannig að þessi 2-3 mann sem er komið inn í hverju viku, sem erum flest allt, sko, Ástralíu að reyna að koma heim, þeir að koma frá löndum þar sem náttúrulega er COVID. Og ef við hleyptum bara inn, þá náttúrulega byrjaði þetta allt saman aftur. En það hefur líka verið, sko, ég vil hlusta á Einar, að það sem gerist hér er, sko, að Ástralíu er fylkjasamband, en maður tók náttúrulega aldrei eftir því, sko, að fylkin svona aldrei neitt eins merkilega og í Bandaríkjunum. En það alveg pólaðist hérna, því að það er reyndar eins hér í stjórnarskrá Ástralíu og stjórnskipulagi
Það raun og veru fylkin sem ráða til dæmis í heilbrigðis- og skólamálum. Þannig að þau setja reglurnar af flestu, en það sem gerðist hér, og gerist ekki náttúrulega í Bandaríkjunum, það að fylkjakóngarnir, eins og þú kallaði Einar, þeir eru 6 hérna, 6-7, þeir ásamt forsætisráðherra landsins byggu til svokallaða landsstjórn, og þó þau komu úr sitthvorum flokknum, því að þeir eru 2 flokkar í Ástralíu, verkamannaflokkurinn og hægra bandalagið, og fylkjastjórnarnir skipta svona mitt á milli og forsætisráðherra hægra bandalaginu, þá hafa þeir meira og minna unnið mjög sameiginlega. Það hefur verið mjög lítill ágreiningur. Helst kannski stundum að forsætisráðherrann, hann er svona aðeins dregið lappirnar, hann er svo mikill markaðsmaður, hann veit hann er betra að fylgja það hinnum. En sko fyrsta bylgjan hérna, þá var öllu loka og ég á með krakkan hérna heima og allt það, en svo lagaðist það, en svo kom upp önnur bylgja í Melbourne og þau eru rétt nýbúin að koma sér út úr henni. Sko, hún var svolítið svæg í Melbourne, það komast upp í nýgengi og 14 dögum voru svona 100 á 100.000 íbúa og það dóu 900 manns á endanum í Melbourne og það var í og með út af því að bæði það. Svo sé maður svona líka það sko að hér í New South Wales kom líka svolítil bylgja að það heilbrigðiskerfin í fylkjunum eru öðruvísi og heilbrigðiskerfi í okkur einhvern veginn réði betur við þetta og við þurftum eiginlega aldrei neitt að loka mikið þessari seinni bylgju en Viktoríu heilbrigðiskerfi réði ekki almennilega við þetta og sérlega í elliheimiliskerfið. Þannig að það fór svolítið á hliðina þegar þeir fóru í útgangubann sem að eingöngu opnaði fyrir 2 vikum. En þetta alltaf að laga sko, þetta alltaf eins og maður sé annar plánetu að hlusta á ykkur sko. Þeir sem í Evrópu, þeir töluðu mikið hvort að bararnir væru opnir og kránar væru opnar, hvernig þetta hjá ykkur í Ástralíu? Sko, það var, í vor var allt lokað, algjörlega harðlokað, þangað til í maí, og svo í Viktoríu í seinni bylgjunni, þá voru allir barar og veitingastæðir lokaðir og eru enn. Sko, útgöngubanninu, þar var eingöngu létt fyrir 3 vikum og þá voru komin niður í 50 smit á dag. Og Daniel Andrews er að taka þessu mjög rólega og svo opnaði hann í síðustu viku fyrir hárgreiðslustofur og svona fleira. En það samt ennþá 50 kilometra hringur í kringum Melbourne, en fólk á ekki að fara út fyrir hann. Hvernig tekur fólk við á þess, komin sóttkvíar þreyta? Pínulítil, en ég held að fólk tiltölulega ánægt, sér í lagi þegar það opna fréttirnar og sér hvað gerast annars þar í heiminum. Og það sætti sig við þessa skerðingu til þess að ferðafrelsi. Svo ekki bara ferðafrelsi út úr landinu. Flest fylkjamörkin á milli hafa verið lokuð meira og minna í allt ár. Ég má ekki, á tímabili komst ég ekki út úr New South Wales fylkinu, en núna má ég ferðast í Suður-Ástralíu. Ég kemst ekki ennþá heldur upp í Queensland eða Victoria, þegar fylkjamörkin eru lokuð. Og fólk ekki að ræða einstaklingsfrelsi og mannréttindi og má ég bara ekki fara þangað sem ég vil og eitthvað svona, það ekkert svona Jú, það svona að fara að auka svolítið og sér út af innanlands ferðatakmörkunum og Scott Morrison sem forstjóri hefur aðalega verið að vinna í því að reyna að fá að slaka á þeim sérilagi og það eru 4-5 fylki þar sem hefur ekki verið eitt einasta COVID tilfelli í 1-2 mánuði en samt eru þau fylkjamörk ennþá hálflokuð í sumum tilfellum. Á milli þeirra sem hafa verið með fá smitt. Þetta segja það? Engin smitt í 1-2 mánuði. Og samt mátt ekki fara á milli 2 slíkra fylki? Nei, eins og til þess í Vestur-Ástralíu, þeir hafa ekki séð smitt sín í maí og þeir hafa bara ákveðið að hleypa engum inn í sitt fylki fyrir en þetta allt búið í Ástralíu. Og það svolítið smá konga þegar því en það kannski stemt að verði opnað meira upp fyrir jól, þannig að fólk geti fara á milli fyrir jólin, því að auðvitað náttúrulega fjölskyldur út allt land og svoleiðis. Það kannski það eina sem að bara pirra fólk virkilega. Ok, þetta var svona einu yfirferð COVID-faraldurinn. Nú langar mig að biðja ykkur að velta fyrir ykkur svona hvaða áhrif þetta muni hafa á samfélögin, stjórnmálin. Einar í París, má ég spyrja því sérðu ykkur merki þess, eru menn einhvern veginn að sjá, hefur eitthvað brostið í samfélagunum, hefur eitthvað gott orðið til, snúa stjórnmálunum eitthvað annað en áður, menn voru svolítið á því í vor að þetta myndi einhvern veginn, þá fólk til að hugsa það sem að meira máli skipti og annað slíkt, sérðu ykkur merki þess?
það má vera, sko, þetta allt saman mjög óljóst og þessa dagana menn mest uppteknir af þessu morði á kennara. Já. Það eiginlega aðalmálið sem menn að tala um núna, sko, utan öðruna. Menn eru stemmingu lostnir út. Einar, getur þú komið aðeins nær að því við heyrum aðeins illa yfir, aðeins nær, takk. Menn eru stemmingu lostnir út af þessu morði. Þetta er mjög óhugnanlegt og það er mikið talað um þetta og menn eru talað um það þurfa að vernda þetta megin reglu í fransku þjóðlífi að trúarbrögð ekki hafa nein áhrif á stjórn landsins eða bara þjóðlífið. Þau séu algjörlega einkamál. Og menn eru dauðhræddir sérstaklega við þessa íslamistar sem að vilja eða sneigja þjóðfélagið undir sínar kenningar. Og menn tala mikið það og þessi vandamál í skólum og erfiðleika kennara. Og hér ekki bara það að ræða að þessar skopmyndir og slíkt, heldur líka það að kennara verða fyrir árásum vegna námsefni, sko, til dæmis að það út af líffræði og slíku sem er verið að véfengja og sem nemendur standa upp og véfengja. Sko, við verðum að tala um þróunarkenningu Darwins og slíkt. Og þá hafa oft nemendur sem eru ofstækisfullir foreldrarna með þessu. Og það getur verið mjög erfitt og kennarar eru milli steins og sleggju, þeir vilja oft forðast að gera nokkuð mikið úr þessum málum óttað við að það bara bitna á þeim, að hafa sko eins og segja sem minnstan öldugang. Það hefur verið regla. En hefur það komið fram núna eftir þetta morð að hversu mikið álag á kennaranum út af þessu málum? Já, það hefur verið talað aldrei mikið um það, sko. Nemendur ráðast eitthvað, sko, sem að þeim finnst ekki verið samræmi við Kóraninn, til dæmis að þeir geta verið á móti tónlist, það má ekki fara með stúlkur í sund og svona og á móti leikfimi. Þetta hefur verið mikið, nú er þetta komið mjög mikið upp á yfirborðið út af þessu morði. Sko, þetta er mjög gamla hefðaræða sem sagt að þetta rætur sína rekja til aldamótanna 1900. Þá var óskaplega hörð baráttan kaþólsku kirkjuna. Að stjórnvöld, róttæk stjórnvöld, vildu losa þjóðfélagið undan þessum áhrifum kaþólsku kirkjunnar og hámarkið þeirri baráttu sem var óskaplega hörð, það var aðskilnaður ríkis og kirkju rétt í byrjun 20. aldar. Og menn hafa vilja halda alveg fast í því trúarbrögð eigi ekki hafa nein áhrif. Og það sem menn myndu kannski kalla prestahatur á sér sterkar rætur í Frakklandi. Fyrst var það ádeila á kaþólsku kirkjuna og svo kom bara ádeilur á öll trúarbrögð, sko, þess að gyðingdóm og íslam og hvað eina. Og þetta fræga tímarit Charlie Hebdo, það heldur áfram þessari hefð. Á 19. öld hefði þetta tímarit verið algjörlega andkaþólskt. Það byggst á því, sko. Nú hafa önnur trúarbrögð komið inn í og þeir gera kannski skopmyndir þar sem að þau sér saman kaþólskan biskup, gyðinga rabbía og múhameðstrúar klerk. Þannig að það eru árásir á þessar alltrúarbrögð. Þetta skiptir afskaplega miklu máli, menn eru hræddir við það, sérstaklega eru menn hræddir við það að óttinn við íslamista valdi þess að menn séu hræddir við þess að segja og þora ekki að segja meiningu sinna, ótta við árásir frá þessum múhameðstrúarmönnum. Þetta hefur mjög mikið verið á dagskrá. En hver er lausnin? Það er ekki nein bein lausn nema það að hafa eftirlit með þessum með fjölmiðlum, þess að segja netinu og slíkur og passa upp á það þegar að koma þar einhverja hatursfullar árásir á kristna menn, á stjórnvöld. Þeir múhameðstrúarmenn blanda saman þessu hlutleysi stjórnarinnar í trúmálum og guðleysi. Þessi stjórnvöld eru í þeirra dómi guðlaus og það er náttúrulega gífurleg synd í þeirra augum. Þetta er afskaplega erfitt mál og þetta með þessar, maður getur nú haft ýmsar skoðanir með þessar skopmyndir, en þetta kjarni málsins í augum Frakka er það að það ótti við einhverju ofsatrúarmenn má aldrei verða til þess að menn fór ekki að segja þessar meiningu sína.
þetta snýst mjög mikið umræða núna, þannig að veiran hefur eiginlega fallið svona í bakgrunni, dottið yfir í bakgrunni. En að þeim sem að sitja hérna við rauðaborði núna, þá eiginlega verði að fara með þetta mál til Bandaríkjanna, því það eiginlega helst þar sem að trúmál að blandast inn í pólitík. Þar sterkar raddir víða Bandaríkjunum að kennsla til barna í að vera í anda biblíunar og kristinna kenninga. Einar Gunnar, það svona verða til eilítið svona klerkaveldis möguleiki þarna og lítgáta valinn á hæstaréttardómarunum, að þá getur verið að við sem að horfa á Bandaríkin fara svona aftur á bak eða í þessa áttina á næstu árum. Já, það má ekki gleyma því að ég held að 80% Bandaríkjamanna séu játi kristna trú af ýmsum toga og af þeim held ég að séu 21-23% sem eru kaþólikkar. Þannig að það er ósköp eðlilegt að Bandaríkjamönnum finnst að kristin trú sé bara partur af því að vera Ameríkumaður. Og þegar að vegið að henni, hvernig sem það bara með því einu saman, jafnvel að þú ert annar að trúa, að þá er það móðgun. Að mörguleyti. Ég ekki að segja það að þetta sé að allir sem aðhyllast einhverja trú séu slæmir. En það vissulega jarðvegur fyrir þessu og það ég meina, meðal annars í Texas sem ég held að helstu fréttir komið þaðan. Það sem verið að endurrita kennslugögn fyrir börn í grunnskólum með meiri áherslu á kristið uppeldi heldur en nokkuð tíman áður í stað þess að vera með gagnrýna kennslu að þá þetta svona meira í þeim anda að þetta allt Guð að þakka og þar fyrir mestu götunum. Og það eru heilu bæjarfélög af því að skólayfirvöld skólastýring í höndum yfirleitt sveitarfélaga. Þó svo náttúrulega að aðal leiðbeiningin komin á ofan frá fylkisstjóranum. Að þá kannski í einum bæ verið að kenna svona sögu meðan næsta bæ verið að kenna aðra sögu. Sko. Og þetta gengur hjá þeim sem telja sig verið að verja trúna, að þá gengur þetta út á það að kenna þá sögu að Bandaríkin eru kristið ríki. Og þessi svokallaða aðskilnaður ríkis og kirkju. Að þó hann sé á pappírum í stjórnarskránni að þá hann ekki endilega í praxís. Og það vissulega varhugavert hvernig þessi þróun vegna þess að mennirnir sem eiga allar byssurnar að þeir eru flestir mjög trúaðir og þannig að ef þeir fara ekki út á götur til þess að verja það að forsetinn tapaði kosningunum núna eftir 11 daga að þá kannski finna þeir ástæðu til að fara út á götur og skjóta því að þú ert ekki sömu trúar á þeir. Þeir hafa gert það hafa verið kristnir menn sem hafa framið hryðjuverk og myrt fólk sem hefur unnið á svona þungunarofsklíningum og fleira, lækna og hjúkrunarfólk. Já, þetta er svo makalegt þetta ofstæki sko. Þetta ýmist í ökla eða eyra sko. Og þetta ég gerir ráð fyrir þetta sé töluvert líka sprottið undan hinni gríðarlegu einstaklingshyggju sem grassir í Bandaríkjunum sem meðal annars ástæðan fyrir því að okkur gengur ekki nógu vel að sporna við COVID-faraldrinum vegna þess að fólk lítur á þetta sem bara árás á frelsið sitt sko. Það alltaf svo gott þegar það bryttað upp á umræðum trúmál í kvöldurabóðum eins og þeir eru núna. Þannig að við til þess að tegja þetta aðeins lengra þetta mjög að fara til Valdimars þar sem að Kaþólskirkjan í Suður-Ameríku er náttúrulega stjórnmálaafl. Hún hefur reyndar verið víða heimir og íhaldsafl en það meiri sig hægt að benda á það í Suður-Ameríku þar sem hún hefur verið róttæktafl á það við Perú og Paraguay þar sem þú þekkir til að kirkjan spila einhverja rullu í stjórnmálum ennþá. Alveg heilmikið. Hún er svona einn af þessum póstum samfélagsins, kirkjan. Samfélagið gengur út á kaþólskar reglur. Allt sem gengur út á mótmælendur og
og múslima og menn eru náttúrulega ekkert svo sem að tjá sig mikið þetta, maður finnur það bara, þetta kaþólskt samfélag, ægin, þetta kaþólska ægi og stjórnmálin litast af þessu, menn þurfa að hafa til þess að ná árangri í stjórnmálin þurfa menn að vera innviðir nánast í kirkjuna á einhvern hátt. Þannig að þessi tengsl eru mjög sterk. En stendur hún alltaf með valdinu? Stendur hún alltaf með valdinu eins og var í Frakklandi og ástæða fyrir því að það er þetta klerka fæð þar? En hún getur verið rótin líka. Það er náttúrulega, kirkjan í Latinsku Ameríku og Suður-Ameríku er fræg fyrir það að hafa risið upp og verið til óþæginda fyrir stjórnvöld, sérstaklega á herforingjatímum og svona. Að við sjáum eins og kaþólska kirkjan hefur nú páfa í Róm frá Argentínu sem þótti nú helst til vinstrisinnaður hér, eða þótti þolanlegur skilur og mörguleyti mjög vinsæll í álfunni, sérstaklega Argentínu náttúrulega. En þegar að koma páfakjöri þá veit ég það voru átök það hvort að væri hægt að leyfa svona fríhyggjumanni að verða páfi. Margt sem hann hefur tekið sér fyrir hendur hefur sem sagt litast á því að uppruna hans. En menn sjá nú sennilega ekki eins og íhaldsríki, gríðarlegt íhald hér í Paragvæ. En það er náttúrulega ríki skóla á nasisma í 40 ár og 34 á nákvæmlega, Stroessner. 54 til 90 og hann sló algjörlega Pinochet út í óþokkaskap og harðræði. Og náttúrulega er fyrr á ferðinni þar að ekki. Þannig að hann er meira litar á nasismanum og landið hefur bara ekki náð sér af þessu. Það eru liðin 30 ár síðan að hann lét af öllum og landið er enn á kafi í afleiðinni. Þessi svona túkdrengar, þær eru ekki þjóðir, það ná sér ekkert af því, 1, 2 og 3. Og maður finnur það eru heilar kynslóðir hér sem eru sýktar af aga og það fólk sem í kringum, það raskillir börnin sín en það og það beitir alls konar ofbeldi og á öllum stöðum. En samt er mikil ægi umferðin hérna sem er nú öfugt við það sem í Perú. Ég nota nú umferðina yfirleitt sem sálgreiningu á þjóðum. Í Perú er algjört kaos í umferðinni. Þeir hafa sennilega ekki haft nógu mikið af herforingjastofnum. En hérna í Paragvæ þá ætla ég að prísa Paragvæja umfram Reykjavíkinga í umferðarmenningu. Það er alveg að finna. Það eru stefnuljós og það er rétt bíla milli bíla og það er allt henni. En eins og ég segi það sem ég að vísa til er það er hægt að aga ákveðin hátt með ofbeldi. Það er svona ákveðni póstar sem standa eftir, en sárin standa eftir. Það er illa meðferðin. Þjóðin eins og hér í Paragvæ hefur verið farið ógeðslega með þjóðin. Og hún líður af því. Börn í skólum í dag, 7 ára, þau eru enn í hálffasísku skólaumhverfi. 30 árum eftir fall Stroessners. Þannig að menn þurfa ekki að vera hissa á því að menn líta til Austur-Evrópu og það tekir tíma að lýðræðisvæða. Guðmundur, Bretar lifa svo ómerkilegu trúarlífi að ég ætla ekki að spyrja um trú. Ég ætla bara að fara með spurninguna sem ég byrði að spyrja Einar. Heldur að verði er þetta að merkja það að þetta ástand sem er nú búin að vera ríkjandi núna í halvt ár með miklum afleiðingum, bæði út af faraldrinum sjálfum og svo eru efnaðslegar afleiðingarnar að herða harðar og harðar. Er eitthvað merkjum það hvað munir koma út úr þessu? Já, byrja aðeins á trúarbrögðunum, bara afgreiða það einnig sett. Bretland er að mörguleyti svona post-religious society, eins og þau segja á ensku. Það eru ákveðni svona smá hópar innan allra megin trúarbrögðana, áberandi svolítið meðal múslima, kristina
smá hópar meðal gyðinga sem eru svona í einhverju uppreist gegn þessu post-Christian society. Almennt, hvort sem þú kemur frá múslimskum gyðinglegum eða kristnum bakgrunni, þá eru menn post-religious hérna í Bretlandi. Varðandi spurninguna þína, að þá, sko, ef maður lítur aðeins á það sem hefur verið gert til þess að halda samfélaginu gangandi og efnahagslífinu gangandi í kreppunni, þá hefur það, þá er þetta svona ákveðin blanda af sæmilega skynsamlegum ákvörðunum og greinilegri þjónkun við þau öfl sem að íhaldsflokkurinn sem hefur völd hérna, sem að honum þjónkast. Það hafa verið gerðar, hérna var farið svo leið að það var farið út í það sem þið kölluðu furlough, þar að segja að fólki hélt störfunum en ríki borgaði 80% af laununum upphaflega og síðan hefur að lækkað eitthvað, þar sem að þessu verið haldið áfram. Þetta gafst sæmilega vel vegna þess að það voru allavega atvinnuleysi jókst ekki gífurlega vegna þess að það voru mörg fyrirtæki sem voru tilbúin að jafnvel að leggja smávegis inn í þetta til að halda fólki sem að það vissi að það þyrfti einhvern tímann á að halda á eftir, svo þau þurfti ekki að segja öfugt við Ísland þar sem að voru verið að borga fyrirtækin fyrir að reka fólk. Ég voru ekki ennþá fatta hvaðan sú hugmynd kom. Ég held að það hafi verið flugleiðir eða Æslandir hafi hringt og bara sagt hérna, við höfum ekki efni á að reka fólk, þá fórum við að hausinn, við þurfum að borga okkur fyrir að reka fólk. Það er eina sem ég dettur í hug, sko, þetta var alveg fjarstæða. Í mörg Spánit held ég, veit ég, ef ég man rétt að þar var bannað að reka fólk einfaldlega, en það voru, þannig að það var farið ákveðnuleyti hérna í það, að réttu leiðina. Smáfyrirtæki fengu ákveðna stuðning, eins og til dæmis þeir sem voru að reka pubba, þeir fengu stuðning til þess að ekki bara þetta furlong heldur líka það að fyrirtæki fengu ákveðin bara eyrnamerktarstyrk með við starfsemi og til þess að halda sér á floti. Þannig að það var gert sæmilega vel. Og síðan var meira að segja að fara út í það að það var eitthvað, það var aðeins farið að auka hérna, almannatryggingakerfið er búin að vera í rúst eftir 10 ára stjórn íhaldsflokksins. Það var eiginlega búið að rústa því og ríkisstjórnin viðurkenndi það mörgu leyti og setti auki fjármagn beint inn í almannatryggingakerfið. Þannig að jákvæðu þættirnir, það er merkilega við það, jákvæðu þættirnir sem að ríkisstjórnin hefur gert hafa verið allir á svona sem myndi sóma sósíalískri stjórn hvar sem er og svona hálf hlægilegt að hugsa út í það að í desember að þá var farið út í brjálaða fyrir utan Brexit-vitleysuna, þá var farið út í brjálaða áráðsherfer fyrir því að Corbyn stjórn myndi setja allt á hausinn vegna þess að þeir lögðu til gífurlega uppbyggingu samfélagsins og innviðana og samt var það sem Corbyn lagði til þá var miklu minna heldur en íhaldsstjórnin er búin að setja inn þannig að, og ekki er þetta að segja hagkerfi að fara á hliðina við það, þannig að þetta er búið að afsanna það að þetta myndi gerast. Núna erum við konir svolítið aðra stöðu. Sko, þeir telja sig ekki að hafa efna á að gera þessar aðgerðir lengur og núna erum við komin í þá stöðu að það er verið að það reyndar átt að afnema þetta svona furlong-kerfið eða hlutabóta leiðina við starfsfólk en það er búið að halda henni áfram að ákveðnu leyti samt er búið að draga úr framlagi ríkisins ef ég man rétt að komin í 60%. Núna það er ákveðnu leyti, núna er held ég hluta starfs þar að segja að menn geti verið í hluta starfi á fullum launum með stöðningi frá ríkinu en þetta er allt svona að fjara út og núna er þannig að það var ekki gífurleg gagnrýni á efnahagsaðgerðir fyrir utan svona
ákveðna fyrirtækjaþjöngun í upphafi hérna. Núna aftur á móti komið mikil umræða það að sko að fyrsta lagi, það sem var sett mest út af var það þeir lifa ennþá í þessum trúarbrögðum þó þeir séu orðnir margir hluti sósíalískir í aðgerðum að einkageirinn gerir allt miklu betur og það búið að leggja gigantíska fjármuni henda gigantískum fjármunum í delluverkefni vina og vandamanna ríkisstjórnarinnar og til dæmis rakningakerfi þeirra að það búið að kosta milljarða og það var ónýtt í upphafi og frekar slappt í dag og vegna þess og hvernig var farið að því að þá fólk ekki einu sinni almennt að nota það þó það virðist virka í dag. Þannig að rakning og svo allt prófunarkerfið Bretlandi búin að við erum með þetta eina hæstu dánartíðni við erum með hæstu dánartíðni í Evrópu, kannski eftir Rússum við erum með ekki hæstu dánartíðni, hæstu dánartöluna, ég held að Belgía sé ennþá með hæstu dánartíðnina. Þannig að það var, þegar það var komið stjórnum COVID var gagnrýni mjög harkaleg og mjög réttilega harkaleg vegna þess að það var gert nær allt vitlaust. Efnahagslega upphafi ekki mikið nema með þessa einkavæðingar áráttu og hún að versna núna vegna þess að það ennþá verið það búið að vera að gera grína því að það átti að það voru ekki sendir út lyfjasamningar til fyrirtæki sem voru til í skúffum. Það voru samningar kaup á verndabúnaði fyrir heilbrigðisstarfsfólk fyrir fyrirtæki sem voru ekki til þeim í skúffum og þá bara var að skrifa Guðmundur, þú ert að segja að það hefur ekkert breyst. Þetta bara komið í sama farið aftur. Já og nei, svo ég komi aðeins alltaf leiða þetta inn í það hefur orðið ákveðin breyting það að sósíalískar lausnir ekki lengur antema, það að segja fólk búin að viðurkenna það að sósíalískar lausnir séu nauðsynlegar á ákveðnu leyti enda sneri það að efnahagskerfinu en aftur á móti trúarbrögðin gagnvart einkarekstri versus og árátta fyrirtækjana í að komast á ríkisspenan hefur aldrei verið meiri heldur en nú ef eitthvað Það einu peningan, það engin peningur í einkageiranum, þess að snúa fyrirtæki sem bara að uppsprettu peningana sem bara seðlabrettum seðlabankans og stjórnvalda. Nákvæmlega, þetta einmitt einkenni síðkapitalismans, það að það búið að kapitalismin búin að þenja sig út í öll horn heimsbyggðarinnar og í gegnum mörg stig og hann hefur verið mjög öflugur í að endurnýja sig með heimsvaldastefnun á 19. öld fram í 20. öld, síðan ný heimsvaldastefnunni, síðan við færa framleiðsluna í þriðju heimslöndin. Þetta allt búið og þá hvar ágóðin, eini ágóðin sem eftir? Það að éta, það að segja, það hagkerfin nú í dag vinna á þjónustu og stór hluti af þessu þjónustu almannaþjónusta og ákveðin hluti, allavega í mörgum löndum, stór hluti af þessari almannaþjónustu rekin í gegnum samfélagið eða ríkiskassan og þetta það sem einkaaðilarnir þetta svona seinasta frontierið fyrir þá að reyna að komast inn í og maður sér það að það verið að reyna að nota þessa kreppu gegnum COVID meðal annars að þeir verið að nota hana sem svona skálkaskjól til þess að geta þetta. Svona sé ég þetta fyrir mér. Þannig að það eru margir, svo ég komi aftur á spurningunni, það verið að toga í margar áttir. Það eru jákvæðir þættir sem koma út af þessar kreppu en það líka hættulegi þættir sem að toga á móti. Páll, í Ástralíu þá var svona íhaldsflokkurinn vann svona nokkuð óvænt að leit út fyrir eins og verkamannaflokkurinn myndi vinna hvað fyrir 1,5 eða 2 ári. 1,5 ári. Hvað passar þessi lýsing Guðmundar við
landsstjórnina hjá ykkur að Íhaldsflokkurinn hafi teygt sig kannski í því að koma með svona samfélagslegar aðgerðir en kannski núna á seinni stigum að fara að sýna sitt réttar andlit? Já, ekki nánast, ekki nærri því sem öfgar en sko, það alveg rétt sér Gunnar, fyrsta, já, sko, hægriflokkurinn hérna í mars þegar COVID byrjaði fór eiginlega, sko, nánast í þjóðnýtingu. Það var maður bara dólfallinn og við fórum í einhvers konar, ég veit hvað það heitir almennilega á íslensku, hlutabóta leiða eins og Guðmundur svona svipaði kerfi en eitt sem við gerðum og nánast engin aðrir gert við tvöföldum atvinnuleysi og örorkubætur. Það var ekki minna. 200.000 á mánuði í auka greiðslur til þeirra sem voru og það var til að spýta inn í efnahagslífið því að sko Scott og hans nánustu áttuðu sig á því að ef þú ætlar að koma efnahagslífinu í gang hvaða fólk eyðir peningunum, það eru þeir sem eru á lægstu laununum. Þú gefur millistéttarfólki peninga eins og mér, þá borga ég bara niður lánin mín. Þannig að þetta var mjög snjallt hjá honum og eitt líka sem að gerðist mjög lítið af hérna var þetta kjaftaði sem að úrýsbæði gert bæði á Bretlandi og Íslandi að henda peningum í fyrirtæki hvort sem það var almennt eða sértækt. Það hefur mjög lítið verið gert af því hér. Eina sem verið gert hefur svona aðeins að reyna að hjálpa flugfélögunum það fara ekki algjörlega á hliðina en það nú svona gert á tiltrúlega samváðsamlegan og háttanar samstæðum það. Ég held að verði stór breytingar hér því að sko að Murdoch-pressan reyndar hefur verið afskaplega óánægð með þetta. Því hún hefur haldið hérna, hún rekur Sky og Fox News náttúrulega í Evrópu og Bandaríkjunum en hún kemur hérna úr Ástralíu. Rupert Murdoch Ástralíu. Og hann hefur haldið kverkataki hérna á stjórnmálalífi í 20-30 ár. Og hann að missa það núna, hann algjörlega brjálaður. Og áræðurinn sem kemur út til Murdoch-pressunni er orðin bara fyndinn. Þeir eru orðin svo örveitingafullir. En fólk alveg hægt að hlusta á það. Og þar með tali hægriflokkurinn sem bara hérlega gekk fyrir Murdoch-pressunni síðustu 10-20 árin. Þannig að núna svona, það svona, fengum við allt í einu skattalækkun núna sem ég ekki alveg til hvers fólk svo ég þarf skattalækkun í þessu ástandi. En ég held að hægriflokkurinn fari ekkert aftur tilbaka í þetta Murdoch-kjaftaði. En svo tvennt annars að gerast hérna því sem verði varanlega breytingar. Fyrsta lagi þessi kallað hérna sovereign manufacturing. Því Ástralía hætti að framleiða bíla fyrir nokkrum árum og voru búin að svona kafi í alþjóðavæðingunni. En núna erum við bara áttökuð því að sko ef að gerist eitthvað meiri háttar eins og gerist núna þá fáum við bara ekki hlutina frá Bandaríkjunum eða Kína eða Evrópu. Þannig að það svona stjórnvöld og þar með tali hægriflokkurinn að vinna í því hvernig við getum farið að koma framleiðslu aftur í gang hérna á meginlandinu. En svo held ég að þriðja sem að kannski Evrópu og Bandaríkjabúar ekki almennilega að byrja átt að sjá sem verður stærsta breytingin út í COVID. Við skynjum mun betra til miklu nærriði að það algjör hliðrun á valdajafnvæginu í heiminum. Ég er ekki neinum vafan það þegar COVID klárast, hvernig það klárast. Þá verður Kína hér bil orðið mesta stórveldi heimsins ef það ekki þegar orðið það. Og það bæði út af því hvernig þeir koma út úr Kína, það komin hagvöxtur aftur í Kína. Og svo náttúrulega eins og Einar búin að segja ykkur hvað að gerast í Bandaríkjunum en skilur ég enginn en stórveldið Bandaríkjun á niðurleið og einn annan hátt í niður. Ég kalla það niður, ég hlakka ekki voðalega mikið til þess að Kínverjar verði aðalstórveldi heimsins en það verður bara held í framtíðin. Þeir eru rísandi á meðan að Bandaríkin eru minnkandi. Já, og svo líka sem segja, þeir sérlega út af því sko að þar hefur skaðinn af COVID verið mjög lítill. Það byrjaði náttúrulega, en þeir tóku mjög hart á og það kláraðist COVID í mars, apríl og núna það komið bullandi hagvöxtur aftur. Svo náttúrulega útþenslustefna Xi, forseti Xi, hann er ekkert lamb að leika sér við og Indverjar hafa fengið að kenna á því á þessu ári og hann notfæri sér náttúrulega stöðuna í Bandaríkjunum líka að glundroða í bandarískum stjórnmálum að Kína að koma sér fyrir sem
Þetta svona tómarúm í alþjóðlegum stjórnmálum sem að raunverulega Trump skilur eftir með hvað þessi fórustuleyti sínu og áhæðisir. Og líka það náttúrulega, Evrópa líka búin að vera á niðurleið sem valdapunktur í marga áratugir en hefur ekki, og svo kom Brexit og allt annað og núna COVID, það sér ekkert fyrir endan á þeirri þróun. Einar í París, miðað við það sem þeir eru að segja, þá nú svona leikreglu nýfrjálshyggjunnar eigi ekki alveg jafn mikið upp á pallborðinu í stefnu Íhaldsflokksins í Bretlandi og Páll lýsti eins og að það voru svona, ég segi kannski umpólun en svona þessar trúarsetningar væru ekki á dagskrá í Ástralíu núna. Þú hefur nú skrifað nýfrjálshyggjuna, heldurðu að hún sé loksins að deyja? Er hún að deyja í Frakklandi? Ég vil nú bara fyrst byrja á því að minna á orð rithöfundarins Welbeck sem sagði að eftir þessar korónuveiru kreppu þá verði ástandið óbreytt nema það verði bara eitthvað verra, svolítið verra. En sem sé að það eitt sem ég tek eftir og finnst það nokkuð merkilegt, ég held að menn hafi ekki tekið eftir í mikið. Sem sagt að á stuttu tímabili, kannski einhver tímann 1980 og 90, þá náðu frjálshyggjumenn stundarsakir því sem hefur verið kallað andlega valdi. Og Gramsci taldi afskaplega mikilvægt og ekki síður mikilvægt en pólitíska vald. Það var náttúrulega verið mjög fróðlegt að athuga hvernig stóð á því að frjálshyggjumenn náðu þessu andlega valdi. Ég held eiginlega að það hafi verið fyrir innbrot nótt. En sem sé, það alveg ljóst að nú þeir búnir að missa. Svo rækilega. Og það náttúrulega má kannski minna á því sem var fyrst þekktur, það er Thomas Piketty, frægur allan heim, sem réðist á grundvöll frjálshyggjuþjóðfélags, en svo eru afskaplega margir aðrir komnir. Það flóð af bókum. Og ég sé varla nokkurn mann sem að verja frjálshyggjuna lengur. Hún sérstaklega þegar ávextirinnar eru orðnir þroskaðir. Og þetta er bók sem var nýkomin, alveg nýkomin út og ég er búinn að lesa, þar sem sagt er frá einkavæðingum í Frakklandi og þau eru allir, þessar einkavæðingar eru raktar og árangur þeirra. Og það er afskaplega ófögur lesning. Það telst í því að auðkýfingar hafa látið greipar sópa bara eigur þjóðarinnar. Það sé að til dæmis að flugvellir sem voru byggður upp fyrir almannafé voru mikilvægir í sínu héraði, mjög mikilvægir. Þeir eru skyndilega einkavæddir í blóra við vilja héraðsbúa. Svo koma nýir eigendur og það sem skiptir þá mestu máli er að tæma sjóðina, greiða sér yfirmáta háan arf og láta ekki aðeins það sem að tekjur flugvallarins það árin heldur ausa upp úr varasjóðu flugvallarins til þess að gefa sjálf sem þeim meiri arf. Þetta er alltaf gjörsamlega á móti hagsmunum héraðsins og hagsmunum þjóðarinnar. Ég var sérstaklega að tekið dæmi einkavæðing flugvallarins í Toulouse, svo kom einkavæðing flugvallarins í Nissa og síðan í Lille og síðast á dagskrá var að einkavæða alla flugvelli Parísar héraðsins. Það segir nú aðalega 3 stóri flugvellir auk margra smærri flugvellar, það segir Orly, Charles de Gaulle og Le Bourget og það mótmæla aldan reis fjöllunum hærra en samt sem áorfa knýði þetta í gegn þangað til veiran kom og sagði stopp. Nú er talið að það verði miskortið dálítið frestun á því og kannski verður þá svo mikil mótmæli að það verður frá því verður horfið. Því þetta er gjörsamlega katastrófískt. Og þetta sjá menn allstaðar. Og annað sem liggur alveg ennþá augljósara, það er það að kórónuveiran hefur leitt í ljós ástandið í sjúkrahúsum eftir frjálshyggjuna. Og nú það segja að það hefur fækkað mjög mikið sjúkrarúmum. Og þessi frjálshyggjupostular sögðu það er ofur mikið af sjúkrarúmum í Frakklandi og nú sjá menn árangurinn af þessu. Þannig að hvað verður gert, það veit maður ekki. Nú er komin hörð andstaða almennings gegn þessari frjálshyggjustefnu og þá má bæta því við að í Frakklandi hefur aldrei nokkur tíma verið þessi skelfilega trú á einstaklingssamtaki sem bjargi öllu og einkavæðingarnar sem bjargi öllu.
þetta innflutt frá engilsaxningaheiminum og frakkar kalla þetta engilsaxnaskan kapítalisma. Og hann orðinn mjög óvinsæll. En þú sér mun á svona í, hvað við segja, umræðunni og að nýfrjálsíkjumenn hafa tapað orðræðunni eða hvernig sem við orðað, kannski tapa framtíðinni svona upp 1980 þá eignuðust þeir framtíðina, fram að þeim tíma hafði kannski flesti staðir í trú að framtíðin yrði svona í anda eitthvað í áttina að sósíalisma, meiri jöfnuði og meira öryggi og betri hag allra, en svo náði nýfrjálsíkjan einhvern veginn framtíðinni og fólk trúði því að hún líti að vera meira í þeirra áttina, að sá tími búinn, það trúir því enginn að við fyrir lengra í það áttina, en samt heldur vélinn áfram vegna þess að bakvið hana eru auðurinn og völdin í samfélaginu sem heldur áfram að mylja, sálarlaus vel. Það var talað það að hagfræðingar tryðu ekki lengur almennt á þessar kennisetningar frjálshyggjunnar, en þeir hagfræðingar sem eru núna ráðgjafar stjórnvalda, þeir hlutu sína menntun á þeim tíma þegar að áróður frjálshyggjan var innráð í kennslubók. Og þá til dæmis þessi fáránlega kenning að það væru atvinnuleysisbætur sem yllu atvinnuleysinu og það með því að minnka atvinnuleysisbætur, þá myndi atvinnuleysi minnka. Þetta kennisetning var síðan að breyta á henni jafnvel hjá Macron sem ætlum þó að vera aðeins skynsamlegri en hann þann greinilega ekki. Þessi kenning var í þeim bókum sem ráðgjafar lásu og hann sem sjálfur svennilega líka. Já. Einar, ég var að hryggja með því að við sem að búum með á Íslandi, við þurfum að hlusta og fjármálaráðan okkar haldi þessu fram í kastljósi svona mjög reglulega, þannig að nýfrjálshyggjan lifir góðu lífi hérna á Íslandi. Já, þetta sennilega bara fáfræði. Náttúrulega þessi frjálshyggjumenn sem eru við völdin, þeir halda fast í þessar kenningar. Og alls konar kenningar sem aftan úr fornöldu eins og þetta lögmál segir að það geti ekki orðið atvinnuleysi, það sé ekki hægt. Og náttúrulega verður atvinnuleysi því miður, þannig að segkenningin hún fellur þegar hún kemur, þegar veruleikinn kemst inn í málið. En það eru menn að halda þessu ennþá fram einhverjum kenningu sem í anda þess. Einar Gunnar í New York, þessir sem hafa talað hérna síðast, þessi þrír, þeir eru í samfélagum þar sem svona vinstri og hægri að glíma, en það ekki alveg þannig í Bandaríkjunum að vinstrað inn í öðrum hægri flokknum tapaði nú bara í forkosningunum og var pakkað það einhvers staðar niður. Ég heyrði Biden eiginlega þú hendur sínar af Sanders í kappræðunum við Trump núna, þannig að þessi svona umbreyting í svona hugmyndaheiminum hvert samfélag þetta þróast, öllu líkindum hefur sú breyting ekki orðið jafn mikil og til dæmis í Frakklandi eða í Bretlandi eða í Ástralíu eða eins og þeir lýsa þessu og bandarísk stjórnmál snúast einhvern veginn karakter og þjóðarsálina og einhver svona hluti frekar heldur það hvers konar samfélag viljum við hafa í þetta. Það frekar verið að sífellt að röfla það hvers konar mann viljum við hafa í Hvíta húsinu, hvers konar típu. Já, náttúrulega, menn þú hendur sínar af Bernie Sanders einfallega vegna þess að það ljótt að vera sósíalist í Ameríku. Og svo þarf fyrir utan að vera vinstrimaður eða frjálslindur í hugsnagangi, það nánast að vera miðjumaður í pólitík, ekki þannig að já. En jú, þessi hvað þú að segja, þessi vinstri vakning sem átti sér stað í midterms 2018 hefur ekki náð nægilega mikilli fótfestu, en ég held að það sé nú skiljanlega vegna þess að íhaldsmönnum hefur tekist að hræða nógu mikið af fólki, fakið upp rússagríluna á ákveðinn hátt. Þannig að það bara nóg að ýja að því og þá þetta óalandi og óferjandi og ekki þess virði að sækjast eftir. Ég held aftur á móti að þó svo að Biden hafi afneitað Bernie Sanders og þá kannski í framlengingu að því öllu sem er sósíalist í hugsun,
að þá ekki þar með sagt að hann eigi ekki eftir að færa þjóðina til vinstri þegar hann nær völdum. Þetta kosningabarátta og þá verður við náttúrulega því miður. Menn get ekki verið fyllilega heiðarlegir í málflutningi sínu, þeir verða aðeins að reyna að fá sem flesta til að greiða þeim atkvæði og síðan þegar þeir komast í valdastólum að tala ekki ef demókratar ná völdum í báðum þingdeildum, að þá held ég sé engin spurningu það að það verður sveifla til vinstri þó hann verður ekki kannski alveg Alexandria Ocasio-Cortez vinstri. Ok, en við verðum að ljúka þessu, við erum búin að við svo gaman að þessu að vera að tala við menn í Ástralíu og Suður-Ameríku, þetta er svo skemmtileg tækni. Við verðum að ljúka þessu, þetta er orðið nokkuð langt í okkur. Má ég spyrja því í lokinni Einar Gunnar, hvernig fara kosningarnar? Veistu það, ég held ég þori ekki að tjá mig það. Ég náttúrulega hef ákveðnar vonir og svona maður kannski einstakar sinnum yfir daginn að þá, þetta kannski hefst og svo einhver tíman aftur daginn að nei, anskotin, þetta gæti allt farið til fjandans. Endar ekki bara með borgarastríð í Bandaríkjunum? Já, elsku vinur, ég er hræddur Annað það. borgarastríð? Já, það verður heyriði þetta, ef Trump lætur í minni pokan, að þá held ég sé engin spurningu það verða árekstrar á götum úti ef ekki jafnvel byssubardagar. Ég meina það er mín skoðun. Hvort það fari alveg úr böndunum, ég veit það ekki. Það náttúrulega kemur í ljós. En bara sem dæmi, ég veit ekki hvort að þessar fréttir hafa náð til Íslands eða í þessi heimsort sem þau eru fulltrúar fyrir. En lögregluyfirvöld í New York City lýstu því yfir og settu sinn mannafla á bara, hvað þú að segja? Varúðarstig. Já, þakka þér fyrir. Varúðarstig að vera viku fyrir og viku eftir að vera tilbúnir fyrir hvað sem er. Kona mín er bandarísk og hún er alveg viss þetta eigi eftir að enda með ósköpum í heimalandinu sínu. Já. Og sonur minn er að stefna í háskólanámi í Bandaríkjunum að ári en hún heldur það að það verður lítið að hægt að komast þangað það er allavega hennar skoðun. Já, ég ætla að leyfa mér að mála ekki alveg skrattan á vegginn þetta verður erfitt. Ok, má ég spyrja þig Einar í París, finnst þér skipta máli hvort að Trump vinni eða Biden? Já, það held ég að verði Frakkar fylgjast mjög vel með þessum kosningum. Og ég sé það í blöð, það eru mikið viðtöl við menn víða í Frakklandi sem eru sérfræðingar í bandarískum málefnum og við menn fráskólakennari í Bandaríkjunum og í þessum orðræðum þeirra ríkir mikil svart. Og það eru greinar og meðan það var í greinum verið að tala þess að hvernig herr Bandaríkjunum að koma í veg fyrir að menn geti neitt kosningaréttar því. Til dæmis svertingjar í Suðuríkjum fleira. Þannig að Frakkar fylgjast með þessu og mér finnst þeir vera svart. Valdimar, það skiptir máli fyrir Suður-Ameríku hvorverður valinn forseti eftir bara rúma viku? Skiptir máli náttúrulega eins og kortið í dag. Við höfum náttúrulega forseti í Brasilíu sem er líka brjálaður og Trump. En Macri í Argentínu forseti féll nú í fyrra og það komið náttúrulega til að valda svona einhver ímynda fyrir ríkisstjórn kirknirista. Þannig að hún komin aftur til vinstri og við sjáum hvað gerðist í Bólivíu. Valdar hún hersins í Bólivíu, því var steypt. Merkilegt nokk, þá hefur herinn haldið þessir höndum með þá. Ég nú ekki alveg viss að það muni ganga þannig lengi, en það er sama. Þannig að það aftur vinstra þar. Nú í Ekvador, það nokkuð ljóst að það kemst vinstrið aftur til valda. Þannig að næsti Bandaríkjaforseti, hann þarf að fást við þessi óþægu ríki og við þurfum að fást við Venezuela-stjórn, eins og Trump hefur gert af mikilli snilld eins og við sjáum, en hann sveltaði þjóðan í hel. Og sjóherinn úti fyrir ströndum Venezuela að passa upp á það að hvorki sé siglingum það er ekki hægt að halda upp í siglingum til landsins.
og þetta langur hernaður og hvalafullur. Biden mun náttúrulega bara fara nákvæmlega að, það bara þannig. Hann mun kannski bæta í vel, sérstaklega hvort Venezuela, því hann náttúrulega að skora reisa einhver flögg sko. Og hann farin að lofa því, beita meiri hörku gegn Norður-Kóreu og Íran, og þá voru við komin til Miðausturlanda í pólitíkina þar. Biden bætir engu, bætir ekki úr. Ég hef frá mínum bæjardyrum séð þegar við lítum yfir heiminn, þá mér nákvæmlega sama hvort þeir að vinna. Báðir eru ögrun við heiminn. Guðmundur, sérstaka samband Bretland og Bandaríkjanna, skiptir máli fyrir Breta, hvort það verður Biden eða Trump? Það merkilega að það gerir það, sko, stjórninni hér verði ekki stætt á því að hanga utan í Bandaríkjunum ef að Trump vinnur. Það svo mikil óánægja með Trump hérna í Bretlandi. Hann er gífurlega, hann er svona sambland af aðhlátusefni og fyrirlitningu. Þannig að hvort sem úr íhaldsmaður eða Labour eða verkamannaflokks hérna, það fyrirlita allir Trump. Þannig að ef á að lappa upp á þetta samband, þá skiptir mestu máli að yrði Biden að vinna. Biden aftur á móti, hvort að hann gefur ekkert meira eftir í því sem að þeir vilja. Þeir vilja fá svona luxussamning við Bandaríkjana, það skiptir voðalega litlu máli hver stjórnar þar, hvort þeir fá hann. Og Biden kemur í veg fyrir það að þeir ætla að brjóta samningin sem þeir gerðu við Evrópusambandið. Biden búin að lofa því að stoppa það. Þannig að það hefur einhver áhrif, en mér sýnist Bretland og Bandaríkin bæði vera á niðurleið sem alþjóðlegt fyrirbæri, þannig að þau getur kannski hangið saman. Á leiðinni niður. Á leiðinni niður. Það getur tekið lyftuna niður saman. Páll, þú síðast, hvað skiptir það máli hvort það Biden eða Trump fyrir ykkur? Skiptir máli, en sko, við erum eiginlega líka með mjög sérstakt samband við Bandaríkin, líklega þeirra nánustu bandamenn jafnvel stundum fram að Bretum, því að Ástralía hefur farið í stríð með Bandaríkjamönnum í öllum þeirra stríðum síðan seinna stríðin nema Balkanstríðinu. Þannig að við fórum með til Víetnam og öll miðaustur ævintýrin og hvað annað. En líka sko með Trump að okkar stjórnvöldum, ekki fólki hérna, hefur tekið svona að halda sómasamlegu sambandi við hann. Hann ekkert gert okkur og þú veist, sko, við myndum lifa það af í 4 ár. Það engar stóra breytingar ef hann myndi vinna, nema náttúrulega borgarastyrjöld í Bandaríkjunum. Það kannski fyrst og fremst það sem að fólk hefur ágjör af, því að það verður svo tengt Bandaríkjunum að efnahagslega hana, en verður borgarastríð. En hitt reyndar sem kannski aðalmunurinn á Trump versus Biden að okkur að fara að finnast að við sem að meira og meira verða einhvers konar stuðpúði á milli Kína og Bandaríkjana. Þannig að ef þessi togstreita á milli Kína og Bandaríkjana heldur áfram og Trump virkilega sko kynnti náttúrulega undir hana, þá fáum við alltaf sko, þá Kínverjarnir lumbra okkur, þeir ætla að lumbra á Bandaríkjanum. Þannig að svona, þú veist, það kannski því leyti til, það veit eiginlega enginn hvernig Biden ætlar að fara með Kínverja, hvort hann ætlar að slaka á eða reyna að rétta fram sáttarhönd eða hvort það breytist nokkuð. Þannig að það kannski ekki voða mikið stressið í gangi, nema það, við erum ekki bara með það með hvað að gerast með Bandaríkjunum sem þjóðfélag, ekki frekar, sko, það miklu meira sem að heldur fólk hefur ágjörð af. Þetta verður endurinn hjá okkur í dag. Við erum búin að fara yfir ýmis mál sem að getur splundrað alls konar kvöldverðarbúðum, trúmál og Trump og blessunarlega losnuðu við Brexit, þótt að Guðmundur væri hérna. En þetta búið að vera mjög skemmtilegt að spjalla við ykkur og ég ætla þakka ykkur kærlega fyrir og á mánudaginn við Rauðaborðið þá munum við fjalla bandarísk stjórnmál og munum halda þessari umræðu einhvern veginn áfram. En ég þakka Einari Gunnari í New York og Einari í París, Guðmundu í London og Valdimar í Paraguay og Páli í Sydney kærlega fyrir og hlustendum sem að hafa
eitt föstudagskvöldi hérna með okkur eða horfa á okkur seinna, nú miklu meira áhorfa eftir á hlustunni hjá okkur hérna á samstöðinni. Ég þakka ykkur kærlega fyrir og óska ykkur bara öllum góðra helgar. Takk fyrir. Takk fyrir Gunnar. Takk fyrir.